náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Kæru landsmenn, síðustu 2 ár hefur hlaðvarp Þvottahúsið starfað ötrulega að andlegum og félagslegum þroska þjóðarinnar í gegnum viðtöl við áhugaverðar manneskjur og misjaðarkennd málefni þeirra. Við höfum lagt áherslu á tjáningafrelsi, fjölbreytni og fordómaleysi. Við höfum að þessum tíma tekið upp 100 þætti við ýmsar aðstæður. Fyrsti þátturinn var tekinn inn á smíðaverkstæði með einum Zoom-diktafón sem við lánuðum hjá honum Gísla arkitekt. Það viðtal við Bigga Veiru kom aldrei út sökum lélegra hljómgæða. Hann átti reyndar síðar eftir að koma til okkar í 20. þátt Þvottahússins undir titlinum Riddari raftónsins og skapari hljóðsins. Því næst fórum við í kjallarann heima hjá mér og tókum upp 30 þætti innan geymslukassa og skíðadót. Sumarið 2021 byggðum við stúdíó í garðinum þar sem við tókum upp síðustu 60 þættin okkar við kjör aðstæður, fullt af græjum, topp hljóðvist, persneskar mottur og vinarlegur bakgrunnur. Gott CBD hefur fylgt okkur frá byrjun nánast sem okkar diggasti stuðningsaðili sem hefur gert það að verkum að við höfum verið sjálfbærir og stundum gott betur en það. Þótt Þorgríms og Kombucha Iceland hafa líka styrkt okkur að einhverju leyti og erum við djúpt þakklátir fyrir allan þann stuðning. Hugmyndin þetta hlaðvarp spratt upp sumarið 2020 í fjölskylduboði og bar ég hana upp við Davíð bróðir sem þá slafraði í sig marenstertu. Davíð tók vel í hana og sagði, já, gerum þetta, með marens í skegginu og við vorum að dansa. Því næst dúkkaði Fúsi Óttars upp. Hann eitt færasti trommari landsins, hokinn af reynslu og með opnari mönnum Íslands. Fúsi hefur verið eins og klettur í öllum okkar tæknimálum from day one. Fúsi beinagrind Þvottahússins. Við höfum fundið upp hjólið sjálfir því það engin uppskrift á svona verkefnum. Allavega engin sem við skildum. Við höfum forðast að hlusta og bera okkur saman við önnur hlaðvörp í ótta við samanburðinn og alla þá þjáningu sem samanburðinum oft fylgir. Samanburðurinn í þessu tilfelli allt á kostnað sköpunar og frumleika. Við höfum skrifað fréttir fyrir fréttamiðla í tugatali. Við höfum lengi vel gott samstarf við Smartland á MBL en vorum reknir eða einna heldur kansilaðir í kjölfar gagnrýnis rattar eins viðmælanda okkar í garð sóttvarnarlæknis og réttmætti sóttvarnar aðgerða á tímum COVID. Það að verða reknir á svona stórum fréttamiðli eins og MBL var okkur hvatning og í raun bara mælikvarði á góðan árangur. Reynir trausta hjá mannlíf tók okkur opnum örmum fyrir ári síðan og hef ég unnið náið með Björgvini Gunnarsinni blaðamanni mannlífs. Saman höfum við skrifað fréttirnar upp úr þáttunum fyrir mánudags kvöldviðtöl mannlífs. Mannlíf búið að reynast okkur svo vel og við erum svo djúpt þakklátir fyrir fagmannleg, traust og skilvirk vinnubrögð af þeirra hálfu. Nú hins vegar komið að tímamótum. Við bræður og Fúsi höfum tekið ákvörðun að leggjast í dvala og bíða innblásturs. Við ætlum að svo stöddu að láta staðar numið við þennan 100. þátt, slökkva á mækum, ljósum og skella í lás. Málið að síðustu mánuði hef ég fundið fyrir söknuði og miklum skort. Ég sem eitt sinn hafði tíma aflögu til að horfa á sjónvarpið, finn mig í stöðu þar sem ég missi af hverri Netflix-seríunni og fætur annari. Má nefna í því samhengi nýjustu seríu The Crown sem komin út og ég hef fram á þessu aðeins náð að sjá trailerinn. Þessi þéttleiki hversdagsleikans stór ástæða fyrir því að þessi ákvörðun hefur verið tekin. En við erum hins vegar stemningsmenn og drifkraftur okkar þriggja lífskrafturinn, sköpunarkrafturinn
og í raun ráðum við engu hvort eða hvenar við opnum aftur fyrir þvottahúsið, kveikjum á ljósum og mækum. Það verður lífið að fá að sjá hann. Við erum opnið fyrir hverju sem því að við vitum að hvorki fæðing né dauði absolút. Allt á hreyfingu, meiri segja mamma þín. Við sjáum hvað setur, við þurfum andrýmið núna til að ná áttum. Við erum viðmælendum og dyggum hlustendum þvottahússins óendanlega þakklátir. Ef ég væri maður sem gréti, þá myndi ég klárlega gera það einmitt núna. Ég myndi gráta. Við elskum að hafa fengið að deila með ykkur málefnum sem við höfum brennt fyrir og vonum að okkur hafi tekist ætlunarverk okkar sem var að stuðla að upplýstara og kærleiksríkara samfélagi þar sem allt upp á borðum. Þar til næst, segir þvottahúsið. Over and out, segir þvottahúsið. Og Guð blessi Ísland. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra.